Blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er samlagaprestur Lofstofan Baptistakirkju. Þú ert að horfa hér á netþáttinn Apologia, þar sem við tökumst á spurningar hvað varðar kristna trú. Og spurningin sem við erum að díla við í dag er svokallað samkynhneigt hjónaband mannréttindamál. Og það margir sem segja að ástæðan fyrir því að við þurfum að löglega samkynhneigt hjónaband, og núna í umræðinu á Íslandi er verið að tala hvort það eigi að neyða þá presta sem trúa því að hjónaband sé aðeins á milli konu og karls til þess að framkvæma athafnir þar sem samkynhneigð hjónabönd eru að eiga sér stað. En þannig að svona rökin sem hafa verið komið með að þetta er mannréttindabrot að leyfa ekki samkynhneigðum að giftast. En spurningin í dag, er þetta mannréttindabrot? Fyrir mér, ég myndi segja hugsanlega, ég myndi segja algjörlega nei, þetta er ekki mannréttindabrot og ég skal segja ykkur af hverju. Ef við förum í Mattheus 19 í kapla 19, vers 4, þá segir hér: Jesús svaraði: hafið þið eigi lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi, karl og konu, og sagði: fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og búa með konu sinni, og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maður sundur skilja. Þannig að þannig er hann að segja í rauninni: þetta er það sem hjónaband er, og hann hefur sett upp hjónaband frá upphafi og segir: hér er karl og hér er kona og þau verða eitt. Ástæðan fyrir því að hjónaband er ekki mannréttindabrót er út af því að það er ekki verið að segja út af því að þú ert með þessa hneigð, eða út af því að þú lítur út á einhvern sérstakann hátt, eða þú með einhvern sérstakann húðlit, að þá máttu þetta ekki. Heldur hjónaband hefur alltaf verið trúalegt. Hjónaband hefur verið til staðar áður en að Ísland var þjóð, áður en að Bandaríkin var þjóð, áður en að mikið af þjóðunum sem standa í dag voru þjóðir. Þannig að hjónaband hefur alltaf verið trúalegt, og út af því að þetta er trúalegt að þá eru afmarkanir og skilgreiningar á hvað hjónaband er, til dæmis í Biblíunni, sem segir að hjónaband er á milli karls og konu. Þannig að við erum ekki að segja að ef þú ert einhver sérstakur persóna þá mátt þú ekki fara í hjónaband, heldur út af því að þetta er afmarkað, út af því að þetta er skilgreint, að þá er sumt fólk sem kýs að ganga ekki í hjónaband út af því að það á ekki við það. Þannig að þegar það kemur á umræðinu er svokallað samkynhneigt hjónaband mannréttindabrot eða mannréttindamál, að þá skulum við muna að það er ekki verið að banna fólki, heldur er fólk að segja út af því að þetta er afmarkað og út af því að þetta er skilgreint, þá fatta ég að þetta er ekki fyrir mig, út af því að ég er karl sem vill ekki giftast konu, og þannig að ég get ekki gengið þá í hjónaband út af því að það er skilgreiningin á hvað hjónaband er. Þannig að það sem fólk er að segja í rauninni er að það vill endur skilgreina hvað hjónaband er, og þá erum við að muna þetta er ekki eitthvað íslenskt, þetta er ekki eitthvað sem ríkið hefur sett á stall, þetta er það sem Biblían hefur sett, þetta er trúalegt, og það verður að hafa það í huga í þeirri umræðu. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo, og við reynir að senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk, og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.